Þegar maður notar lingóið innan vísindana þá náttúrulega fólk ekki með á nótunum eðlilega. Ég vísindamaður og ég rannsaka umritunarþætti í Valdimssonarsæxlinn sem að valda plasmafrumuþroska, þá bara hætta allar samræður. Og gott dæmi til dæmis breyting í BRCA2-geninu 999del5 sem að margir þekkja. Þessar frumur þær geta myndað kirtilþekju og vöðvaþekjufrumur. Getur einfalt þetta aðeins? Já, ok. Þetta er rosa áskorun, sko. Nei, epigenískar. Epigenískar, já. Og svo tekur það líka þátt í sjálfsáti. Brjóstaþekju stofnfrumulínu sem kallast D492. Annað íslenskt orð, hann er vöðvaífarandi. Það er ekki til neitt betra orð en það. Okkur finnst það nokkuð gegnsætt orð, sko. Í þríðri rækt þá geta þær myndað greinátta formgerð. Með því að bæta æðaþelsfrumum við ræktirnar. Hvað er frumulína? Það er til dæmis eins og þessi sem við erum með, D492. Það er mjög mikið tjáð í HER2 brjóstakrabbameinsæxlum. Já, það fá bara þráhyggju og kæfa allt annað. Hvort þær myndi þá frekar krabbamein í músum. Ok, já. Þegar þú segir tjá, þá ertu að segja... Mikið magn. Mikið magn. Æðislegt. Svo er ekkert mál að útskýra þetta fyrir sjúklingum í rauninni. Þá þarf maður bara að teikna lögin og þá skilst þetta mjög fljótlega. Maðurinn minn segir að ég tali bara í skammstöðunum. Já, það er yfirleitt ekkert að spyrja út í þetta.